Hann Gunnar Gunnarsson, hérna starfsmaður hjá Netgeislu, hann fór í göngugreiningu. Hvert fórstu í göngugreininguna? Ég fór þarna inn í Laugardal hjá Atlas göngugreiningu. Og hvað, ertu eitthvað bæklaður? Já, ég er annarkvort með annarfótinn 5 mm og stuttu með langan, ég veit það ekki. Já, langur í annar endan. En þetta passar ekki alveg saman, þannig að ég þarf að hækka vinstri fótinn cirka 5 mm. Það kannski skýrir af hverju ég hef lengi átt við svona bakeimslega stríða. Kíkjum á, hann ætlar að útskýra þetta fyrir okkur, hann Lýður Skarphéðinsson og hann ætlar að segja mér hvað göngugreining er. Það er rauninni tvískipt. Það er annars vegar er ég alltaf að bregðast við verkjum í stoðkerfinu, mjöðmum og baki og hnjám, framan á leggjónum, ökklum, kálfum og svo undir fótunum, hælunum, undir iljónum og táberginu. Þetta er þessi staði sem ég er mest að bregðast við. Hinn hópur sem kemur til mín er rauninni bara fólk sem er að hreyfa sig eða er að byrja að hreyfa sig og vantar að vita nákvæmlega hvaða skóða á að kaupa, þannig að sé réttum skóm með að við fótlag og niðurstig. Þannig að fái þann skó sem henta þeim best og þann skóbúnað. Í rauninni er þetta þrískipt sem ég er að gera. Já. Annars vegar er ég með göngubretti og upptökubúnað sem það sem ég sé allar skekkjur í skrokknum. Síðan er ég með þrýstiplötu sem er á gólfinu, þar sem ég sé nákvæmlega hvernig álagið er út á jakkann og innanvert og þvíumlíkt. Og svo hæðamæli ég, mæli mislægt ganglima og það er svona það sem er oftast orsök bakverkja. Sko, það sem við erum bara að gera núna er að ég er að láta hann ganga nokkuð skref. Svo tek ég upp stíginn. Það er yfir hérna í sérstakt þorrið. Það er hann búinn að ganga og þá er rauninni næsta að ég setja hann hérna yfir dekkið. Nú ætlum ég að fá þetta að ganga yfir plötuna, bara annan fótinn ofan á og hinn yfir. Bara lappar eðlilega yfir plötuna. Akkúrat svona. Þá fæ ég þrýstimælingu, bara hvernig þunginn kemur niður á fótinn. Þá kemur við hinn fótinn tilbaka. Og svona tek ég 2 skref út einu sinni enn. Og þá er rauninni það sem ég byrja á hér er svona að bera saman en ekki örugglega sama niðurstaða sem ég fæ hér og hérna, sérst af brettinu og svo þú ert að ganga hérna yfir þrýstipötuna. Og það sem ég er að horfa á hér í þínu tilfelli, þú ert svolítið útskefur og fótun er rosalega stífur. Það er þungturinn í stígi, það er alveg bein lína hérna í fætinum og sjáum hérna ef ég tek þungan frá hnénu og þá sérðu þetta alveg fyrir utan hælinn, álagið fyrir utan hælinn, en að þungin kemur klárlega hérna út á jakkann. Og þannig get ég rúllað fætinum, það er það sama, það er engin skekkja í fætinu sjálfum, að þungin kemur fyrir utan hælinn, sem þýðir rauninni svolítið það að álagið kemur utanlega, fóturinn er mjög stífur, þannig að þú færð svolítið högg upp í hælinn og ökklann og hnén og með mér á bak. Og í rauninni hérna á þrýstimælingunni, það sem ég er með þrýstiplötu sem er með fleiri þúsund nema, hún er mjög nákvæm, að hún rauninni styður algjörlega það sem ég er að horfa á hér. Þá sjáum við að rauðu blettirnir eru mesta álagið og þú er búinn að færa þungan algjörlega af stóra liðnum sem er langsterkastur og út á jakkann hérna, ég sé hvernig rauða kemur hérna utanvert. Undir hælnum er svona fitupúði sem er lélegur og það er mjög oft, þegar fóturinn er svona stífur og rauninni svolítið harður, að þá er bara svona mest púðinn undan. Þannig að þetta er svona fótur sem er að taka svolítið mikið högg upp í skrokkinn.
Og það sem ég líka horfði hérna, það er aðeins meiri þungi á hægri og vinstri, hægri heldur en vinstri. Álagið kemur meira, þess að meira rautt hérna utanvert heldur en hér. Og ég sé hérna 324 Newton og 311, þannig að það er eins og hallir aðeins til hægri. Svo fyrir ég að hittast hérna á stólinn. Þessi mæling sem ég er að fara að gera núna er tiltölulega mjög einföld en mjög mikilvægt. Núna er ég að fara að mæla hvað það sé mislengd ganglima. Þannig að ég er að finna út hvað það álagið upp í bak sé rétt. Aðeins nærðir hægðir, svona, 90 gráður. Svo set ég bara hérna hallamál, svona set ég gert hallamál ofan á hérna fæturnar og þá er ég rauninni með beint niður í gólf. Það er ekkert sem truflar þessa mælingu. Og þá sé ég strax að það vantar svolítið undir annan fótinn. Þá er henni bara að setja það undir. Og þá er drópinn komin akkurat inn í miðjuna, það vantar 5 mm undir vinstri. Farið þið í mjöðmuna vinstra megin? Nei, ég var ekki, ég átti það til hérna áður fyrir henni, en ég er ekki mikið. En í baki? Mjög slæmur, og hef oft verið mjög slæmur í baki. Er það meira til vinstri? Þú hugsaðu þannig? Ég er ekki frá því. Síðan er vinstra megin. Og svo starta fætur og snúi baki, en taktu með þér kubbinn. Rétt úr hjálmáli beint. Það er að rífa henni upp. Haltu svona. Þá hendi ég hallamálinn upp á mjaðmakampinn. Og rauninni er aðalega að staðfesta mælingunum fyrir neðan hér. Því að yfirleitt þegar það er mislengt, þá er hún yfirleitt fyrir neðan hér. Þetta getur að vera frá mjög upp í mjöðm, en það er algengara að mislenging sé fyrir neðan hér og það er náttúrulega því ég kemur upp í mjöðm að þá er ég að sannreyna mislengdina. Þegar þú stígur hún á húðana, finnst þú að vera skakkur? Núna? Já. Já. En ef þú skiptir fót, setur hægri á hana? Já, finnst mér vera ráskakkur. Meira skakkur, þá lyftist mjöðminn hérna. En það vantar hérna aðeins undir vinstri. Og yfirleitt orsakar það smá einkenni í baki og ég sé líka hvernig þú stendur miklu meira í vinstri fótinn og það er einfaldlega vegna þess að ef vinstri fótinn titri þá leitar hann frekar líka með niður í vinstri fótinn. Það er bara honum eðlilegt. Þannig ég sé strax og sá strax bara þegar þú stóðst á gólfinu hvernig þú hallaði meira til vinstri. Þannig ég í huganum var strax búinn að ákveða það að það gæti að vera stytting vinstra megin. Síðan þegar ég tek það á brettið þá er beinni lína vinstra megin. Þannig það strax styrki grunn minn og þessi styttri vinstra megin. Síðan þegar ég fer á þrýstimælinguna þá er meiri þungi vinstra megin. Þannig að ég fæ enda grunn minn meira staðfestan og hallir aðeins til vinstri. Og svo mæli ég þig styttri vinstra megin. Í rauninni er rauninni tvennt sem ég myndi vilja gera, eða þrennt. Fyrsta lagi myndi ég vilja búa til innlegg fyrir hann og þá lyfti ég ytri brúninni á fætinum einfaldlega vegna þess að þungin er svo mikið út á jakkann hérna rauða, þannig að ég lyfti ytri brúninni til að fá þungan meira yfir á stóra tápasliðin og innlegginn notar hann í íþróttaskóm og gönguskóm og kuldaskóm og stígvölum og alls það sem álagið er á honum í inniskó, sandala og spariskó. Þar sem ég kem ekki í innlegginu, þá þurfum við að setja svona púða í hælinn vinstra megin. Næst ætla ég að sýna hérna stutt kennslumyndband það hvernig við getum unnið með bókamerki í Google Chrome því að það er hægt að láta bókamerkin elta sig í aðra tölvur, þannig að kíkjum að þetta. Þegar þú ætlar að nota bókamerki í Google Chrome þá notar þau bara Ctrl, Shift og B á lyklaborðinu til þess að kalla það fram, svo sér hérna. Eins getur þú líka farið hérna á skiptilykilinn og smelta á bookmarks og svo getur þú séð hérna show bookmark bar og hérna sést hvaða flýtilyklar það eru, Ctrl, Shift plus B.
Kosturinn kannski við þessi bókamerkja línu hérna er svo að hún eldir þig. Það er að segja, ef þú ferð í aðra tölvu, skráir þinn á Google, að þá kemur þessi bókamerkja stika hérna upp og með þínum bókamerkjum. Þú þarft að fara hérna inn í settings og fara hérna í sign into Chrome og svo setur þú bara inn reikningin og lykilorð og þá kemur bókamerkisstikan hérna upp með þínum bókamerkjum. Ég ætla að sýna líka kannski hvernig getur sett upp bókamerki. Það er mjög þægilegt að vinna með þetta. Ef ég fer hérna og set upp fréttastiku, byrjaðu bara að hægri smella hérna yfir bókamerkjastikunni, fer hérna í add folder og ég ætla að skýra hana bara fréttir, svona. Þá er ég komið með möppu hérna sem heitir fréttir. Síðan fer ég bara inn á miðlana, fer hérna á vísir.is, svona. Og þegar síðan er komin upp þá get ég farið hérna á hnöttinn, dregið það hérna inn í stikuna og sleppi bara. Þannig að þá er ég komið með bókamerki hér. Síðan fer ég næst á mbl.is og dreg hnöttinn hérna. Þetta gerir þetta mjög hratt. Þú getur líka sortera með því að draga hérna upp og niður í stikunni. Hvað viltu hafa efst uppi og þar fram eftir götunum. Förum svo næst á dfaf.is og draugum hana hérna niður. Svona safnast þetta upp. Næst pressan.is, dreif það hérna. Og svo að lokum þá ætla ég að setja hérna eirikurjonsson.is, þann miðil. Setja hann hérna í favorite, þá er ég komið með lista hérna. Og eins og ég sagði hérna áðan að þá getur þú síðan farið í hvaða tölvu sem farið inn á Google Chrome og skráðu þig inn og þá ertu komið með stíkuna hérna, hún eldir þig. Þá er komið að lokum þessa þáttar. Öll svona kennslumyndbönd sem hafa verið sýnd í þessum þáttum er hægt að fá á netkennsla.is. Þar er komin splunkunýr vefur, svona kennsluvefur, sem hægt er að kaupa sér áskrift á fullta námskeiðum, kíkja bara á það. Og þar inni eru svona kennslumyndbönd sem hafa oft verið sýnd í þessum þáttum líka. Nú, fyrirspurnir, það er Ólafur@netkennsla.is. Þakka fyrir mig í kvöld, verið sæl.